too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Áttaviltu hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum, þáttur númer #152 vegna þess að þetta annar þáttur þessari viku. Paldi metnaðinum. Þetta átti að vera #151 en þú tókst hann bara upp bara... Já, ég bara hljópi í þetta. Já. Ég bara, mér rann blóðið til skildunar. Ég fór ég var eitthvað mikið að pæla í þessari seríu, ég var mikið að pæla í loka þættinum. Já. Og Dóra Júlía var líka mikið að spá í þessu sko, mikið að pæla. Já. Þannig ég ákvað bara að grípa þetta og ég vissi að þú þarf ekki séð þetta. Já. Þú, varstu búin að segja eitthvað ég fór í það? Nei, nefnilega, ég rámaði það. Ég nefnilega svona undanfarið ég búin að svona, það búið að vera byggjast upp hjá mér svona smá áhuga á þessum þáttum sko. Mér langar svolítið ekki, já. Sendæja hefur náttúrulega svo eitthvað með það að gera sko. Einmitt, og náttúrulega Sidney Sweeney sko. Og Jacob Elordi. Já, svo er náttúrulega búin að sjá rosalega mikið af svona fyrirsögnum úti sko, eitthvað bara og hérna og þetta er náttúrulega komið nýri líka 44% kengurrottið á Rotten Tomatoes. Já, sko. 3. serían. Já, þá bara, já. Einmitt, við krifum þetta svolítið. Já, þeir fóru nefnilega nokkuð vel ofan í þetta. Já. Og hérna. Þú hlustaði það? Já. Án þess að hafa hort á þættina? Já. Hvernig var svona, án þess að þú veist, hafa séð það, fá alltaf spillana beint í aðeins, hvernig var það? Ég veist að ég er óháður, ég er ónæmur fyrir spillum, sko, mér er alveg sama. Já. Hérna, þið voru að lýsa þetta einhvern matrinu sem að ég sé fyrir mér að, hérna, gæti nú farið illa í mig, sko. Ég er náttúrulega klaustrofóbískur, sko. Algjörlega. Mjög illa við þess að ég verið að grafa fólk lífandi. Ekki segjum mikið, Tóti, en algjörlega, þetta fyndið, ég hugsaði alveg mjög tíðin við að horfa á Sundags að því að þetta breytist í hálfgerð á svona á mikið vestra þema eins og ég og Dóra Júlía ræðum í þessari 3. seríu en alls ekki fyrstu 2 og svo náttúrulega allt bara önnur sko tónlist í þessari 3. seríu og hérna labrið hverka að finna eins og við fyrir miður hana. Já, ég var að læra það þegar ég hlusta á ykkur það var til tónlistamæður sem heitir Völundarhús ég vissi það ekki. Nei, mjög viðandi með það sem við ætlum að ræða hérna í dag. Já, því að við ætlum að eyrnamerkja þennan þátt Backrooms sem er myndin sem að öll eru að tala okkur núna. Nákvæmlega, 20 ára krakka skítur. Já, sem að gera þetta. Búin að búið til myndband á YouTube. Allt í einu búin að búið til bara vinsælustu mynd Ever, 824. En ég vil ekki aðeins svona reyna að ná áttum bara, við höfum alltaf ekki talað neitt sko, svona utan við höfum ekkert farið off topic í síðustu þáttum sko. Nei, ekki neitt, við höfum ekkert fengið að tala taka velling vikunar eins og kallar þetta neitt. Nei, náttúrulega þetta Euphoria, þetta er HBO eða ekki? Jú, heldur betur. Og Sidney Sweeney er mikið að striplast í þessari seríu 3. Sérstaklega þessari seríu, já. Sem ég áhugavert, sko, nú, ég held að hún sé nú, það vantur nokkuð í hana, sko, Sidney Sweeney. Heldur það? Já, hausin á hún, sko, en það vantur ekkert á hana, Nei, ég var að sjá, sko, að, hvort það var sjóraunnarinn eitthvað, sko, alltaf eitthvað bara tóna niður nektina en það er bara hún sjálf sem bara nei, ég þarf að fá að striplast Þetta er, ég held mér skilst þetta sem mikið debatt innan feminism hvernig það var að taka á þessu sko. Hvort þetta sé sko að, veist, þetta er hins vegar þvílík valdefling bara, þú veist, kona sem er bara ánað með líkamann sem er bara frábær eða þessi kynferðislega, þú veist, væðing Já, hún er ekki ný Nei, hún er ekki ný, sko En þetta er svona, þú veist, þetta er ekki eitthvað sangjant að stelpunnar eða konurnar þurfa oft að sko fara úr svona framan af sem þessi Game of Thrones Emilia Clarke, hún var svona mikið að striplast í fyrstu seríunum af Game of Thrones, sko Já. Í Daenerys, sko Svo er hún orðin Emilia Clarke og þá bara hættur hún þessu Maður hefði aldrei að Sidney Sweeney myndi svona fara þá leið, sko Já, en mér finnst það samt gott hjá henni hún er greinilega bara rosalega ánað með líkama sinn og leiðist ekkert að sína hann og ég meina þetta var eitthvað en þetta gegnir líka hlutverk í svona þáttaröðunni og því sem að
maður sem að baki þessum þáttum sem ég geti ómögulega með hvað heitir akkurat núna náttúrulega þetta svona, þetta skiptir einhverju máli sko. Þetta það er ekki bara að vera það er merking í þessu strípana fyrir ekki neitt sko. Okay. Þannig að, en það er langt sem við tölum það sem við erum að horfa á tóti. Já, og svo náttúrulega því að þetta er Euphoria, þetta er HBO og þá var ég að komast að því sem sagt að þú varst nú ekki fæddur sko það var snemma í 80s þá sýndi RÚV þætti sem að hétu bara Marlowe minni mig Marlowe Private Eye og það var Powers Booth sem að leika Philip Marlowe sem að Bogart gerði alltaf ódöðlegan í Big Sleep færlega góði þættir og ég keypti þetta á DVD fyrir svona 20 árum á internetinu og svo glataði ég þessu safni sko alltaf að skilja og mikið af flutningum þannig að ég týndi þessu og ætlaði að fara að kaupa þetta aftur og fór á YouTube og þá var þetta bara sko orðið svo fáránlega dýrt bara $250 eða eitthvað meira sko Wow. Svo er ég að slæpast í góða hýrinum daginn og sé svona einfalt hulstur Hvaða góða hýrði? Margir? Ég hef bara aldrei farið í góða hýrðin þannig að ég, hvert fyrir maður? Ferðu þarna Sæbraut eða? Já, Sæbraut, hann er stærstu þar ekki það svo er annar í skeifuna ekki hann er fyrir ofan skeifuna Fellsmúli eða eitthvað, eitthvað ekki Nei, hann var þar sko hann er fluttur, ok þar finn ég svona sem sagt einfalt DVD cover og svo ok, fair enough, kaupið þetta Hvað segir það með að ég hef aldrei farið í góða hýrðin? Þú bara, til ekki einhver elítu bara Jú, það er eitthvað hannig Ég var rosa lukkulegur að ég var ég þá allavega að koma með eitt disk lítið að vera koma ykkur 4 þætti eitthvað svo opnaði ég þetta og það var svona skrítin klemma í hulstunum þannig að ég íta okkur niður þá bara detta 2 í viðbútt þá var ég bara með 3 diska alla 11 þættina í einu hulstri 250 kall í góða hýrunum í staðir $250 þannig að ég er því líkt kátur en ég er nú að segja þetta vegna þess að þetta er fyrstu leiknu sjónvarpsþættirnir sem HBO gerði það er þannig já, þetta er lungur náttúrulega áður en það er svona finna sína hvað segir, finna sína fjöl með Sopranos já, en samt sko þetta var gott stöf þetta er náttúrulega kannski eldist ekki tannig vel sko þetta var gott stöf á sín tíma þetta var líka í samstarfi við ITV eða eitthvað breska sem varstu sko en þetta þeir voru búin að vera meira bara í einhverjum heimildamyndum og einhverju svona öðruvísi þáttum sko þannig að þetta er groundbreaking þetta er geðugt en svo líða einhver góð 20 ára eða meira áður en að Sopranos kemur sem að Sigmundur Davíð virðist vera að fara að byrja að horfa á Sopranos aftur væntanlega með dóttur sinni við fögnum því þetta er besta útspil miðflokksins síðan að hann síndi ljósmyndara frá fréttablaðinu Star Wars dótið sig þegar þú tókst viðtalega með Star Wars það var góð síðan það var nú gaman að fá hann einhvern tíðan að tala um það já, hann kemur greinlega svolítið víða við á svona okkar lendum við deilum popkultúrnum við deilum mörgum áhugamálum með Sigmundur Davíð en þá er ég búin að koma þessum kjara kaupum í GH Boutique eins og við köllum góða hýrðin þetta er alvöru þetta er svo gaman ég er náttúrulega safnari er alltaf að fera þarna reglulega og gaman þegar maður lendir í svona jackpot ég er Íslandi ég er ekki nú duglegur í sem langar svona að fara að vera meira pæli í svona diskum eins og þú veist og ég hef nú byrt myndir að eina tófólki mínu Blu-ray-safni, það er ekki stórt nei, það var svolítið gaman það byrtir það er ekki stórt, en ég ásamt svona það sem skiptir máli þetta var ekki drasl, þetta var ekki margir diskar en þetta var vel valið þú veist, Indiana Jones, þú veist, Lord of the Rings Star Wars, þú veist, þetta er svona þú veist, það sem maður þarf að eiga já, vissulega ekki Rise of Skywalker á Blu-ray finnst þér ég að bætu því? Ég seti enga press á þig en ég á þetta allt þú átt þetta allt? Mér finnst ég verða eiga það akkurat ég á líka Phantom Menace og Attack of the Clones já, það er líka en það var alltaf að kaupa þetta saman þannig að make alltaf sens að eiga þær já. Þú veist, það skipti eiginlega engu máli ég þurfti að taka svona sjálfstæða ákvörðun að kaupa Rise of Skywalker það er þung skref út í búð Þú veist náttúrulega bara Nexus elko en þá að selja Blu-ray Nei, ég held að það ekki bara Nexus eina búðin í Íslandi selur svona diska Jó, ekki nema getum við vorum sér ennþá þannig á Hverfisgötu 2001 2010
En annars ég skal bara ég kipi þessu bara með þegar ég sé þetta í góða hyrðinum bara splæsi þessu á þau bara Einmitt. Annars ég bara búin að ég var fastur bara í Survivor sería 50 wow. trúri 26 ár af Survivor og 50 seríur sko. 50 seríur meira en einu ári og 51 miklu með ég held að gera 2 eða 3 sko. Af því að svo alltaf bara þegar serían klárast þá alltaf bara og sjáu næsta sería 51 og það alltaf verið að tala New Era þú veist, Survivor og maður bara hversu mörg ný tímabil getið eiginlega boðið upp á en þetta alltaf skemmtilegt þegar maður kemst inn í þetta og hann var allir með Mike sem gerir White Lotus hann náttúrulega bara pásaði White Lotus 4 og bara, ég held ekki á þetta Survivor þannig hann náttúrulega tók þátt í David vs. Goliath fyrir nokkur seríum síðan Var showrunner White Lotus Mike White var hann í Survivor að keppa okay. Þetta segir svolítið mikið Survivor þetta er huge hann lítur að vera flipkísi annars ég einhvern veginn bara búin að vera smá á milli bara, hvað segir maður, milli þáttar eins og hefur nú oft gest fyrir mig þú veist, maður bara ég kláraði The Boys og svo kláraði Daredevil og svo kláraði Invincible og þá einhvern veginn þessi Super Wednesday eins og ég kalla þetta bara, þetta er leið úr mín lífi mér finnst þetta svolítið erfitt einmitt ég er búin að vera núna alltaf að býtu þriðdagur, hvað er eitthvað nýtt er ekki nýtt þáttur og hvað svo náttúrulega sko, þú veist, Law and Order og SVU er komið sumafrí líka sko og ég var að klára hvað heitir það, Boston Blue Blue Blood spin-off og það var líka komið í frí sko einmitt svona, ég léttmættis deildinni minni en ég er náttúrulega alltaf ég er að redda mér sko en það sko það sem að mér finnst skemmtilegast í gangi núna og ég bara býð núna, það er á föstudum það er Rivals Það er þannig season 2 sko, ég man að þú varst nú búin að kíkja hvað á Rivals rétt svo byrjaði að horfa mér finnst þetta mjög skemmtilegt konsept gerist í Breitlandi, David Tennant einmitt 80s sjónvarsstöðar að keppa ég held aldrei áfram með þetta en þetta er geggjað Já sko, alltaf sé ekki svona cirka hálna þarna vert í 2 og mér finnst þetta sko, þetta er betra heldur en fyrri sko Það er þannig og David Tennant náttúrulega sko alveg geggjaður sko hann er vondi sko og ég held eða alltaf með David Tennant sko, mér finnst þetta ekki svo vænt hann var alltaf geggjaður í Jessica Jones það er bara, hann var svo serið svo náttúrulega er gali önnur serið með David Tennant sem er búin að vera í gangi Gods and Omens, Good Omens sem er náttúrulega eftir fræga Neil Gaiman Neil Gaiman og það eru 3 seríur frábæri leikarar ég horfði einhvern veginn bara fyrstu í fílan í bótt svo bara, ég held aldrei áfram ára þetta er á Prime ég byrjaði aldrei á því sem er magnað því að David Tennant er náttúrulega algjörlega minn maður svona engill og púki sko, sem eru hann að joina hvern annan, hjálpa hver öðrum er ekki svo búið að cancela þessum Neil Gaiman sko, er það ekki eitthvað vesen það málega mynda svo höfður í grunninn náttúrulega eitthvað, hann verið eitthvað að perrast hermdir en þetta Rivals, ég held að það sé á Prime sko. Þetta var Disney þegar ég Disney, þá er þetta þar það rennur allt saman sko. Ég bara veit ekkert sko. Þetta er rosalega skemmtilegt og þetta er svona tónlistin geggju, þetta er bara 80s hittararnir alveg á færibandi sko. Einmitt, ég þarf að sjá þetta sko, ég þarf að horfa á þetta af því að svo er ég eitthvað svona, þú veist, svo er maður oft lengi á leiðin að horfa á eitthvað núna erum við Arnar Tómas lagði til við okkur Widow's Bay á Apple ég er búin að vera leiðin að horfa á það er svolítið svona það sem ég er svona spenntur fyrir ég var spenntur fyrir því, var spenntari fyrir því eftir að Arnar Tómas nefndi þetta en ég er búin að byrja 2 ára á fyrsta þettinum og það truflaði mig alltaf eitthvað ég er ekki búin að ná að fókusa á þetta sko. ok Herðu, svo fór ég á Prime líka og kíkti á Spider-Noir Nicolas Cage Það er allir að tala þetta líka ógeðslega skemmtilegt það er sem ég er búin að heyra þetta er eitthvað svona náttúrulega er ekki Spider-Man en þetta er Nicolas Cage að vera film Noir spæjari með sömu hæfileika og Peter Parker sko. Af hverju er þetta á Prime? Ég bara skil það ekki, af hverju er þetta ekki Disney sko. Af hverju var Amazon að gera já, lítur frá Marvel áhuga Spider-Man Sony sko, eitthvað þannig
En allavega svo þetta, ég skil þetta nú ekki alveg sko, það búið upp og getur valið hvort þú sjátt í lit eða svartkvítu. Í alvegni? Já. Ok. Og ég skil ekki okkur það horfa á þetta í svartkvítu náttúrulega. Þetta bara film noir, þetta bara film noir feelingur, það bara eitthvað galið að horfa á þetta í lit, held ég. Ok. Og svo bara... Mér þetta alveg líklegt að ég myndi vel lit sko. Já, þá gerur það. Já. En sko Nicolas Cage náttúrulega að fara algjörlega á kostum sko og hann getur sko ekki fíflagangur í honum sko, hann er alltaf fíflagangur í honum en þarna hefur hann einhvern veginn bara svigrúm sko því að hann er svona einhver spæjari sem að sko bregður sér í eitthvað sko þykist verið eitthvað annar þá kom einhver svona taktar og fíflagangur og svo er hann bara svolítið líkur Bogart finnst mér, ég elska náttúrulega film noir þannig að þetta er alveg bara right up my alley sko. Mér líður eins og okkar maður Nicolas Cage eins og hann hafi bara svona heitir hann það ekki? Nick Cage? Heitir hann Nicolas Cage? Nicolas Cage, já, en heitir hann það Coppola sko. Nick Cage. Það var að breyta nafni sinu lögformlegum daginn. Mér líður eins og hann hafi bara sko verið aðalega bara að leika sér í svona 40 ár. Já, hann er alltaf svo skuldur sko. Hann er bara að vinna fyrir skuldum sko. Það er svona leikurinn í öllu þessu sko aragrúa rusli og þetta er alltaf besta svona framleiðsla sem hann hefur verið í bara í 20 ár. Manstu það hafa vinat hans við Charlie Sheen. Já. Þeir voru alltaf eitthvað að jamma og djúsa saman. Snarklíkaðir. Já. Nei, hann var alltaf að kaupa eitthvað vintage, eitthvað first edition, eitthvað myndasögublöð og eitthvað svo, þegar hann týna þessu stóli frá honum og bara skulda halan, sko. Og það er svona leikur hann alltaf í allu þessu endalausu djöngi, en hann er alltaf skemmtilegur. Mér finnst hann alltaf skemmtilegur og mér finnst hann aldrei stíga neitt feilspor í neinu. Já, ég man ekki eftir neinu þar sem hann var bara svona alveg ömulugur, sko. Nei, hann líka bara búið sér til náttúrulega þessa ímynd að, lélugur Nicolas Cage er bara góður sko, því að hann er bara þann. Það er bara svona fáránlega skemmtilegur. Já, en hann sko hefur sagt sem þetta að hann aldrei sko látið sér aldrei látið kvarla að sér að leika í sjónvarpi sko. En hann skipt eftir að horfa á Breaking Bad þá opnaðist þá möguleiki svona, já ok, sjónvarp kannski er allt í Þetta er geðvíkur punktur, hefur hann leikið í sjónvarpstætti? Nei, það held ég ekki. Þetta er huge. Já. Þetta er ísastöð, hver er næstu? Tom Cruise? Hver er næstu? Brad Pitt? Hver er næstu? Leonardo DiCaprio? Hver er næstu? Meryl Streep? Já, hún er búin. Hún var í Only Murders in the Building. Já, þannig að þetta er allavega, ég er ekki búin með þetta er gott. Og þetta er vantarlega það í gangi einu sinni viku. Já, þetta er í því tempo og svo þetta ég mér í Dutton Ranch. Rip og hvað ég er spenntur. Er þetta ekki bara geðvægt þetta? Jú, sko segðu þetta sér geðvægt. Þetta er alltaf, ég er alltaf bara búin að sjá hvað er bara komin í 3 þættir, 4 og þetta er alveg, þú veist, þetta verður alveg greinilega gott, sko, þau eru bara svo góð. Já, þetta eru svo frábæri karakter. Ég er búin að vera aðeins að tóku upp Yellowstone manstu í Sæðara daginn og er að svona klára síðan sér hann því klára hann aldrei. Eina sem heldur manni við skjáin þar eru þau tvö. Já, algjörlega. Bara þau og þess vegna horfum maður á þetta. Allir hinn í karakternar, þú veist, þetta hvað heitir hinn þátturinn? Sheriffs eða Marshalls. Þú veist, á hinn 0. Já, ég er búin að sem sagt gera 2 atvinnur á Marshalls, sko, horfði fyrst á fyrstu 2 þættina. Ekkert sem var tóið í mig, sko. Nei. Svo er ég að búin með þessa 4 Dutton rannsþætti þá best að kíkja aðeins betur á Casey þarna. Og þú veist, ég horfði 1,5 þátt ég var bara farin að gera eitthvað annað sko. Þetta er ekkert hann er svo leiðilegur. Já, en hann er samt, þú veist, hann var alltaf svona action-gæinn í Yellowstone, þú veist, það var alltaf svona magnaði skotbardagar og alltaf eitthvað voða sko. En þau eru bara svo ultrasvöl sko og það kemur eitthvað skógareldur þarna en bara þetta brennur þetta í Montana en þau bara flytja, þau eru komin í State of New York held ég sko. Já, þau eru farin sko. Ég held að þau myndi sko út af því að í þessari Yellowstone-seríu þá sem ekki verið að tísa þessu að fara að flytja til Texas. Já, Texas, já, New York, hvað er hann? Já, ég vil ekki bara að allir sérin er bara eitthvað þetta er okkar land, langa ekki flytinga, það er bara svona, maður er bara svona, ok, þau eru að fara að flytja og þetta verður serían. Þetta er ekkert alveg að tengja, en Rip er náttúrulega, var alltaf að skreppa til Texas náttúrulega þarna fyrir Kevin Costner og þetta er sko, þetta er svo, hvað heitir hann, Cole Hauser, hann sem leikur Rip Sonur hans Wings Hauser
þessi maður þetta er ekkit myndalegur maður, engin svona töffar en hann svo svalur, hann svo ógeðslega matsjó að það alveg það allt við hann sem einhvern veginn klikkar eða þú veist, sem sagt smetlu menn ég þetta nefnilega, ég alveg samanlega þú veist, af því hann þú veist, maður gæti einhvern veginn það gæti verið eitthvað svo mikið off við hann hann gæti verið eitthvað svo ómyndalegur og sjarmalaus eða leðilegur nei, hann bara allur pakkinn svo ber hann allt, þú veist, hann ber kúrikahattin og sólgleraugun og kúrikastífilinn og beltisylgjuna, hann púlar þetta og það hann Taylor Sheridan hann hittir hann hittir oftar í mark en hann skýtur fram þegar hann var með Adri í síðustu seríunni Yellowstone, það sem Beth tala við kærusnans í þættinum sem sagt, að það hann leikur fyrir hlustendur sem veit ekki, það Taylor Sheridan gæðin sem bara bjóð til Yellowstone og allan hann heim og hann skrifaði sjálf inn í þættina og það sena, ég hló svo mikið í síðustu seríunni Yellowstone, það sem hann á svona hesti og svona sem þetta svona viltur hestur og hann svona á honum, skilur geðveitt svona flottur og nettur ber ofan kannski og það svo, ég held hann hafi verið ber ofan og Gellan segja við Gelluna hana Beth mannstu eru spyrir mig akkur ég væri með honum þetta ástæðan svo bara hann þáttastundum var bara guð minn almáttur talandi ekko nei, þetta alltaf bara eitt atrið ég verið að nefna þetta þetta ekki spoiler þannig já, í Dutton Ranch það kemur sem hann á sjónvarpi Símans það kemur pest í hjörðina nautin, þannig að það þarf að fella alveg fullt af gripum og rifffer og hann skýtur hvert einasta dýr sjálfur bara með riffilinn og svo bara annað gæði sem stendur við hliðanum og réttur hann og bara alltaf hlaðin riffil þetta Taylor Sheridan writing if I've ever heard one tilkinn bara skella jörðinni við kúrikastífilinn og svo sólinn í bakgrunnum og þetta svo töff og þetta svo erfitt fyrir hann svo þegar hann alltaf fellir síðasta kálina bara you don't deserve this mannstu við vorum með að við vorum að tala Sigmund Davíð vorum aðstofumannars í þætti Binga Björn Ingar Hrafnsson og þáttunum birtist aldrei sem var hræðilegt þegar við tókum þetta var mjög gott spjall við Björn Inga áður en að fóru að starfa fyrir miðflokkinn ekki það skipti neinu máli þetta var þegar Teiratopnum var svona millibils ástand fólk kom í heimsókn til okkar og var svo komið í toppstöður í pólitíkinni og hann talaði mitt Taylor Sheridan og þessa unbelievable tengingu sem hann á við Bandaríkjamenn og sérstaklega Suðuríkjamenn og þú veist, þú svona Suðuríki Bandaríkjana og svona bara þessa working class, skilur og ég hugsa bara, þú veist, þetta er svo satt, þetta er svo ótrúlega eins og þetta sem þú ert að lýsa það sem að Rip fer og hann skýtur hvern einasta naugrip sjálfur skilur, þú veist, það eru svo mörg svona atriði og maður er bara, wow þú veist, Kevin Costner í Yellowstone hann var svo nettur hann var geggjaður aldrei verið nettari og mun aldrei vera ekki þetta var rosalegt svona við alltaf, þetta er ormagrif, þetta er svartholt við byrjum alltaf að tala Taylor Sheridan sama hvað Herðu, en þetta kannski alveg voðalega augljóst að við erum að reyna að forðast umræðefni dagsins eða hvað? Backrooms eigum við að byrja að tala bara um hana það? Já hvílir eitthvað annað á þér? Nei, ekki neitt Nei, ekki nema ég ekki nefnt að leiðin að ég er líka, ég glemdi að horfa á þetta Young Sherlock, ég held að það sé á Prime líka Já, ég bara það er áhuginn er ekki mikill Nei, þetta er búin að sjá svo mikið hrósum þetta og þetta er náttúrulega Guy Ritchie sem er nú skýtur oftar framhjá en hittir í mark, kannski ólíkt Taylor Sheridan og ég er búið með eitt þátt og ég mun horfa á þátt nummer 2 en þetta er ekki, þú finnur ekki eitthvað húkið bara strax, bara yes og hann heitir eitthvað Hero Who Finds sem að leikur Sherlock og er frændi Ralph Fiennes og hvað heit hann? Tom Riddle ungi Voldemortin í eitthvað Harry Potter mynd Já en það er eitthvað, ég er Holmes-maður en ég er ekki alveg the votes are not in Nei, þetta verður ekki náð þér Nei, ég bara hef eiginlega engan áhuga Sherlock Holmes það er eiginlega mitt, það er eitthvað skoður sem ég með, ég veit ekki þessi karakter er aldrei heilla mig, ég manna ég meðast Benedict Cumberbatch alveg skemmtilegur sín tíma Já, fyrst svo, mér finnst þetta geggjað þeir þættir, svo hef ég aldrei klárað síðustu þættina, þá var þetta orðið leðilegt Ég horfði á fyrst seríun eitthvað, það var bara nú
Ég líka þól ekki hvernig annað veist þannig Watson og Holmes þannig Cumberbatch og hvað heitir hann? Já, Martin Freeman já. Aha, já, ok Þetta er náttúrulega rétt á hann að var Bilbo Baggins Já. og var huge Og þá var Benedict Cumberbatch sem var smog Já. Við að líka þræðir Heyrðu, nei, hérna hvað, það eru 2 þættir eða 3 ef við teljum Júfóri með síðan Arnar Tómas Valgeirsson var hjá okkur, komið í fyrsta skipti eftir áslíða og var að úttala sem það hann var svo spenntur fyrir hryllingsbylginu sem væri að fara að skella á okkur Nákvæmlega og nefndi Obsession og Backrooms og einhverja eina enn held ég Heldur betur, hann alltaf talaði líka um þetta og Spey, Apple Plus Já, og svo bara þessar myndir komnar í bíó hér, báðar líka Backrooms og Obsession og mjög áhugur frétt á Variety á mánudag Já. Það að Backrooms og Obsession væri einfallega brillera í bíóhúsum í Bandaríkjunum og væri að taka Star Wars í bakarið Já. Þannig að þetta er tilefni, þetta er mjög gott hjá okkur að vera með umfjöllunum þennan þáttu og við ættum jafnvel að vera með Obsession sko í næstu eða þannastu viku eða hvernig sem okkur hendar Já, sjáum til allavega, en já, og svo höfum við fréttum mjög fljótt af fullum bíósölum í Reykjavík Já, og mér past ábendingu það frá vini þáttarans og Kjartani Hreini Njálsinni aðstofamann landlæknis sem að hann fór í helgina Já, fyrirhundi ritstjóra fréttablaðsins hann fór í bíómelgina fullan sal vildi nú meina það að þessar fregnir af andláti kvikmyndahúsana væru stórlega eiktar ég er bara sammála, ég fór að bíó í gær á Backrooms fullsalur Já, á miðvikudegi á miðvikudegi Já, ég fór bara á þriðjudaginn sko og hann var nánast fullur sko Já. en ég fattaði ekki að þriðjudagur svo var náttúrulega eitthvað tilboð sko það var eitthvað þriðjudags bíó sko Já. En þegar ég keypti miðan online þá var sko meirinn hálfur salurinn seldur sko Já, það ekki Já, þetta var legur spjó og að þessu sinni tókst mér að kaupa rétt Ég keypti ekki við tjaldið heldur aftast sko. Ef við förum bara, við fylgjum bara vörum alltaf við spoilerum ekki Þessi mynd, sem sagt, hún fór yfir $100 million markið í Bandaríkjunum á 6 dögum og var þar með sem sagt stærsta svona mynd A24 í Bandaríkjunum Já sló þar út ping-pong myndina hvað heit hún, Marty Supreme með honum Chalamet sem er ótrúlegt og þú veist, það er bara áður en að einmitt fyrir mig að ræða eitthvað efnislega bara þessi mynd það var fínt ef við værum sko með yngra fólk í þessum þætti tóti fullur virðingu fyrir mér sem er fulltrú ungu kynslóðurinn þessum þætti vegna þess að hann kemur ljósa þetta Backrooms þetta er bara eitthvað net fyrirbæri þetta er bara búið að vera til nokkur ár og maður sem leikstýrir þessari mynd sem er nú bara er ekki það alltaf að tala um þessum mann nei, hann er bara strákur einhver krakkaskítur sem að leikstýrir þessari mynd hann er búin að vera að gera YouTube-mynd með þessum Backrooms bara hvað síðan 2022 síðan hann var 16 ára gammal og þetta er eitthvað thing sko, þetta thing er náttúrulega þessi veröld The Backrooms hlýðar veröld eitthvað þetta er eitthvað, ég skil þetta ekki nei, ég skil þetta ekki og Dóra, hún er nú ekki Gen Z hún er nú millennial fór hún með þér á nei, hún gæti ekki fara með mér en hún var að segja mig frá þessu fyrir löngu síðan löngu árið sem mynd var komin eitthvað í umræðin þá var hann að reyna að útskýra þetta Backrooms fyrirbæri fyrir mér og ég skil þetta bara ekki þú veist, ég get ekki haft setningu eftir sem hún sagði mig þá að ég bara, hvað er þetta að meina? Þessi einhver svona grámikluleg herbergi bakvið eitthvað veruleika okkar eitthvað blá þetta er einhvers konar vítapælingar og eins og ég skildi þetta er að byggja eitthvað á þínu minningum mannsinn þú veist, fólksinn sem mætir ákveð eitthvað og þetta er náttúrulega ekki til þú getur ekki reyna að segja mér að þetta sé einhver ormagöng eða vittir eða multivers eða eitthvað, þetta er bara bullshit sko þetta minnir mig eiginlega svona mest mér líður sko eins og þetta sé svona 21. aldar gæinn sem að hvað heit hann, H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft, já heitir það, H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft, já þetta er eitthvað svona, þú veist, hann bjóð til skrimsli, Cthulhu og þess að veröld og allt þetta þetta er svolítið þannig, bara okkar kynslóðar, skilju, þetta er eitthvað svona vít eitthvað veröld, eitthvað svona hryllingsveröld sem er eitthvað svona skrifstofur í mig mér finnst það reynda mjög anda bara 21. aldarna, það er í pæli
og þetta, þú veist, ég vissi ekkert þetta þegar ég fór á þessa mynd, ekki neitt ég varð að googla þetta eftir á þegar ég var bara, hvað í fjandan var ég að horfa þú veist hvernig ég með hryllingsmyndir þú veist, ég var að pæla í því að labba út í hliði og ég var að pæla í því að bara láta hlustendur tveggja á tóknum bara þú veist, bara borga mína sjúkrareikninga eftir þetta sko. Þetta var hrikalegt sko. Þetta var hræðilegt leiðilegt eða hryllilegt? Bara hryllilegt, bara þetta fyrsta atriði bara ég vil aldrei lenda í þessu aftur sko. Fyrsta atriði í myndinni, ég veit ekki hvernig við viljum fara að spilla á svona í myndinni ég veit ekki hvernig á að vera hægt að spilla þessari mynd sko. Mér finnst einmitt bara svo að það sé sagt, þú veist, áður en að við förum í spilla ef einhver er að hlusta sem að bara hefur ágjörð því þetta típist hryllingsmynd að því leðin til að mér fannst fyrir hlutin mjög góður og þetta er náttúrulega ótrúlegt að þessi krakka skítur hafi fengið for með sér hérna Shakespeare leikara, bara stórleikara Óskarsverðlaun fyrir 12 Years a Slave og þú veist þetta fyrsta atriða sem að gæna með myndavélina og við erum einhvern veginn í honum og öll þessi lélu gæð og hann er í ykkur skrifstórými og er að kíkja út allt ég held fyrir andlita á mér þetta var ógeðslu viðbjöður og hérna en síðan náttúrulega kemur alltaf þetta í hryllingsmyndum sem er oft, þú veist, það er svo auðvitað að láta öllum bregða og vera með eitthvað mystery box en svo þú þarf að fara að útskýra klára söguna, halda áfram með hana þá lendur ég vandræðum og mér fannst það gerst í þessar mynd Vist, ég var ekki að kaupa setni hlutan mjög mikið ég hugsaði þegar myndið var búin þá var ég bara, ég er engu nær, hvað var ég að horfa en það kemur ljós að þetta er allt útskýrt á YouTube þetta er búið til, hann er búin að búið til eitthvað þætt á YouTube þar sem þessi heimur er útskýrður ég las þetta alltaf Reddit í gerð en allavega, þessi mynd er gigantist vinsæl, það er allir að glápa á þetta allir að horfa á þetta allir að fara í bíó og það var greinilega eitthvað svona sennilega hefur þetta verið á Gen Z, þarna mætt með mér í salin sko, þetta náttúrulega var með neon í símónum sínum meðum við allar myndina og fór úr skónum og satt með lappirnar upp í sætónum og eitthvað svona þetta var líka minni, það var minnisýningu, það var eitthvað neðst, það var með fætur í loft svo kemur eitthvað kall og nú fórum við fætuna niður og það var allir bara klöppuð næstu, sko. ég skil ekki neitt sko. En, however, sko Er það að reyna að fresta því að segja hvað þið fannst þetta? Nei, ég veit ekki hvað ég að byrja sko, stóri gallinn við þessa mynd fannst mér að mér fannst þetta bara léleg hryllingsmynd mér fannst hún bara ekkert nein hryllingsmynd Býtu, Kjartan Henni Jálsson hann sagði við mig að þetta var líklega svona Blair Witch Project okkar kynslu Já, Blair Witch er nú einmitt rusl sko þoldi hann ekki Ég sá hann aldrei en það var svona mynda líka Þetta found footage og einmitt þegar þú ert að lýsa þessu fyrsta atriði og ég var bara oh my god, er þetta found footage eina fyrir en please sko, en þetta var nú ekki alveg svo slæmt en það var svona einhver gagnandi líkt þess að þetta var svona svo Blair Witch Project er inni saman við The Cube eða eitthvað sem var nú eitthvað djöfusist djöflasýra sko, sem að einmitt var eitthvað teiningur með fullt af herbergjum með eitthvað bla Nei, nú veist þeir að búið að hæpa upp svona og svona mikil aðsókn allt á hryllingsmynd þá, sko, ég reiknaði með því að ég væri að fara á hryllingsmynd sko en mér var ekkert mér finnst ekkert ógeðslegt ekkert bregðu ekkert bregðu? Já, voru þrjú bregðu atrið en þetta hreyði mig ekki Sko, ok, nú skulum við bara fara í spoilera Það vita það allir, við erum að fara hérna Höskuldur Kári Skram á RÚV Höskuldur Þórhallsson í Framsókn viðvörun ég meina þú veist, öll bregðuatriðin í fyrsta atriðinu eru viðbjöður þú veist, þegar hann er einhvern veginn og við sjáum alltaf þessi skrítnu líka bara það er svo skrítið allt þetta er svona þetta er svo, þessi rými er svo skrítin og það við vitum hvað var þessi dauði fugl hvað var þessi dauði fugl þetta er ókýrslegt Nei, þú veist, þetta er allavega svona kikki sem að ég er að sækist eftir hryllingsmyndum ég fann það ekki þarna eins og var þetta mjög vel gerður svona ókennileiki das unheimlich þetta var alveg svona óþægileg stemning og þetta er náttúrulega samt, þetta er allt bara gömul gimmick eitthvað svona statist hljóð í rafmagni einmitt hvað er búið að gera þetta miljónsinnum já en ég meina að það er mjög erfitt að finna endalist eitthvað nýtt, eða ekki? Jú, og svo svona líka þetta er samt frekar, talum við frekar fersk mynd, Tóti Já, algjörlega þetta er ferskt og svo líka En eftir ekki búin að horfa á YouTube þetta? Nei, þetta er alltaf útskipt það Ég nenni því ekki
þú veist það var líka samt sko, svo náttúrulega mér finnst þetta náttúrulega rosalega Lynchian sko. Það var svona Andy David Lynch svífa þarna alveg við vötnum og sko hann gerði þetta náttúrulega alltaf svo vel sko sinn ókennileika maður var ekki endilega að krefjast þess að skilja að fá útskýringu sko. Hefði hann ekki verið frábær leikstjóri þessara myndar? Jú, örugglega sko, en svo er verið að tala um að þetta náttúrulega þessi mynd sé undir áhrifum frá Lynch þá náttúrulega tilkynnir þessi, hvað heitir hann, Kane Parsons hann hefur ekki einu séð Blue Velvet sko þannig að hann hefur ekki séð David Lynch Það er þessi strákur er fættur 2006 Já, ok En ég minna, þú veist, það er eins og hann hafi legið yfir Lynch sko shit. En þá líka að sjá bara að Lynch er sko orðin svo stór að hann er komið bara svona inn í kynnslóða minni þú veist, hann gæin að kópera Lynch en hann hefur ekki hugmynd það sko. Allt þetta var alveg flott og svona distorted reality svona skökk, herbyrgi, skökk hotn og allt þetta er creepy sko. Og það er alveg netta, þú veist að þetta hafi einhvern veginn byrjað á netinu þú veist, þetta verður til einhvern veginn þar Já, samt net Þetta er helvítis mím sem er orðið að bíómynd Þetta er basically hann og líka þetta bakgrúms eitthvað sko, þetta er sko, það voru reyndi aftur að fara útskýrta fyrir mér þegar ég kom af myndinu og ég nenn ekki að reyna að skilja hvað þú ert að tala föl, miklu gul herbergi, eitthvað bla ég googlaði þetta í gær og var að lesa einhverja Reddit þræði og ég var ekkert miklu nær sko, ég held að staðan sé bara þannig að 2 tóknum eru ómiklu búmerar fyrir þessa mynd Já, það er náttúrulega sko það fór í gegnum hausin á mér sitt hvort catchphrasein, eitt frá mér og eitt frá þér þegar ég var að horfa á þessa mynd og þá náttúrulega ég var bara I'm too old for this shit sko. og svo bara ég skil ekkert sem er nú bara eina af þínum taglines bara ég skil ekkert bara hvað Þetta var líka bara sko einmitt, ef við förum núna að ræða einmitt söguþráin efnislega þú veist þetta matabóð sem allt í hennu þegar sálfræðingur mætir þá er hann allt í hennu búin að missa vitið Já, þá er hann og þá er þannig hann búin að missa vitið og þetta var einhvern veginn snýrist rosalega mikið að hann gæti ekki horst í augu það að konan hans fóð frá honum hann gæti ekki tekið ábyrgð hann gæti ekki tekið ábyrgð á þessu og síðan þegar hann var svona tilbúin að fara að gera það þá kom skrýmslega sem er einhvern veginn hans svona óöryggi eða eitthvað, ég veit ekki og kom og í átan og drap hana þegar hann bara gæti ekki sko, þetta var einhvern veginn ok, allt í lagi en svo einhvern veginn bara líku myndinu þar og þetta skrýmsli fyrir elda hana og hún fyrir upp og alls konar og svo endar hún hana í góðum faðmi hittið einhverja menni í hasmat göllum sko og síðan endar myndin einhvern veginn þannig að hún er það komið skrýmsli af henni hanninni eitthvað afbökuð brengluð minning af henni og þá hugsaði ég skil ekkert og þá lauk myndinni og ég bara ok og svo fór ég að lesa mynda á netinu og hann bara já það er 100% að koma fleiri myndir sko og maður ok þú veist þannig að það sem við erum að horfa að gerast hérna, Tóti þetta er svona, þú veist, það var einhver einmitt Blair Witch Project okkar kynslóðar ég myndi frekar segja að þetta var Final Destination okkar kynslóðar Nei Jú, þegar við erum að fara að sjá bara Backrooms 2, Backrooms 3, Backrooms 4 Backrooms 5, Backrooms 6 bara Paranormal Activity eða Backrooms 7, Backrooms 8 Final Destination stendur alltaf verið sínu sko Þetta verður svona, við fórum alltaf að vita aðeins meira Já Nei, allavega, þú veist, þetta er náttúrulega ok, þetta er 20 krakki sem sagt, A4 og einhver annar fyrirtæki sem fjármagna þessa mynd og það er náttúrulega bara í krafti þess að gríðarlega fjölda sem hann er með að glápa á þetta á YouTube eða TikTok og ég man úlingarnir er að fara á þessa mynd sko. Þetta er mynd sem er gerð ekki fyrir okkur sko. Nei, það er líka náttúrulega gap á milli okkar líka sko, ég sko, þú ættir allavega eiga meiri séns en ég sko en Arnar Tómas hann ætlaði að fara að sjá hann held í kvöld og hann sagði okkur að finna viðmælanda sem væri Gen Z og við gerum það náttúrulega ekki Nei, þá líka hvað ég fara Röggu dóttur mínum að koma eða koma með einhverja vini sína það styttist við eiginlega hefum átt að gera það sko Já, nema þessi mynd er sem sagt sko, það kostar $10 million að gera hana og hún er þá búin að borga sér svona 70.000 sinni nú þegar hann mun koma framhald hann segist ekki vera að byrja að huga framhaldi en jú, hann getur mjög auðveldlega spunnið sko, þetta fram bara mitt svona loka take mín loka neðsta er að þetta er frábært, ég er hrifin af þessu konsepti þetta er gott konsept en það hefði alveg verið hægt að skrifa aðeins svona betri sögu þú veist, ég hefði verið til í eitthvað svona meiri
þú veist að ég hef mögulega verið til að fá meiri upplýsingar þetta, mögulega, Já, ekki endilega kannski smá og kannski eitthvað betra twist af því að þetta twist sem þetta átt að vera undir lokin sem ég bara skildi ekki ef ég skildi þetta ekki þá eru fleiri sem skildi ekki Nei, þá aftur spurningin átt að skilja þetta ég held að sko ef það hefði verið eitthvað svona línulaga eða eitthvað lógik í þessu þá hefði sko eiginlega sko innihaldi verið farið að sko berjast við sko umgjörðina þetta náttúrulega bara sýra Einmitt. og sem að líka bara býður þá upp á það er þetta bara hver og einn getur bara lagt sín skilning í þetta Já, algjörlega og ég mitt fór að hugsa svona ég fór að leika mig bara þetta er að reyna að make eitthvað sens þetta er náttúrulega bara eitthvað svona metafóra fyrir bara geðveiki, það er náttúrulega rosalega mikið í gangi í hausnum á okkur hverju einu Einmitt, ég skildi ekki alveg sko með mömmu sálfræðingsins var verið að segja ykkur að hún hefði verið inn í þessum backrooms og hefði séð þau það var verið að hinta því Já, ég held það sko að því að sko hún náttúrulega endar á hæli greinilega en var þá ekkit kannski geðveik að því að hún var ekki að bulla það voru eitthvað fríksjó í gangi sko. En þetta bara ég hefði bara viljað fá bara einhvern veginn meiri hrylling En Tóti meiri hrylling þegar hann fer með þessu aðstofafólki sínu og hann lendir og hann rennur niður stereotypur úr hryllingsmyndum og hann rennur niður krakkin neða strákurinn og hann er allt fullt í líkum og eitthvað ógeð þarna niður óhreinatauð, það var þvottur var þetta ekki óhreinatauð og líka það var eitthvað haus karbort haus svo þetta, þú veist, jólatrið það var ógeðslegt þetta var hvað þetta var ógeðslegt veistu hvað mér leið illa þarna í fyrsta atriðinu sérstaklega það er það alltaf ok, mér finnst þetta gott að heyra það þetta hefði þá alltaf haft eitthvað hryllis áhrif á eitthvað eða á þig en svo er svo gott sko í svona hryllismyndum þegar að þú veist ekkert hvað er að gerast fyrst og þið líður ógeðslega illa síðan þegar þú veist sirka hvað er að fara að gerast þú veist að myndin er eiginlega að vera búin þú veist að þetta er svona komið þú veist, bara laus, bara maður andar leittar sko en fólk er að tala um Obsession sem jafnvel betur en þessi sko. Já, sko, Obsession sko, Independent gefur þessari Backrooms 4 stjörnur af 5 Empire gefur 3 stjörnur af 5 og ég er nú að halla mér meira að Empire sko og á Rotten þá verður hún 89% fersk og í 74% í audience þannig að þetta er meira kritikara rungheldur en audience greinilega en sko Obsession er hins vegar 96% 94% á Rotten sko og ég var svo kátur þegar þú sendið mér skilaboðum að við þyrftum að taka fyrir Backrooms eða Obsession og ég sagði, Oddur er að hafa frumkvæði því að við tölum hryllingsmyndir Já, ég sá mjög og svo sko þetta var svona bara, ég skildi þetta svona opið og þá kveður þú upp þannig úrskur að við erum að drífa okkur á Backrooms sko. Þú hefði ekki þetta sagt Obsession Var það ég sem gerði það? Já, ég sagði báða, við getum þess að þetta ekki báða sko. Var það ekki þú sem sagði það? Nei, ég sagði bara eða báða sko. Og þá það er ekki Backrooms eða báðar það getur verið ég tók því sem, ok, Backrooms ég er nefnilega mögulega hefur átt að taka Obsession ég ætla að kenna fyrir mynda sko. En ég meina, þú veist sko þessi mynd er meira Talk of the Town heldur en Obsession Er það? Já, er það ekki? Ég veit það ekki Það eru báðar svolítið Talk of the Town sko. Það eru tegnað saman á Variety sko. Báðar eru tegnað saman sko. Þetta er eitthvað annað netungmenni er það ekki sem að gerir Obsession Jú, þetta eru krakkaskítar í bæðiskítin Já, amazing Nei, þetta er alveg sko, það sem að mér fannst ógeðslegast þessa mynd það var bara tískan húsgögnin áklæðin á sófónum hvernig sálfræðingurinn klæddi sig þetta voru hræðileg litapaletta og þú veist að gera það pilsið upp fyrir bara upp að brjóstum einhvern veginn í ógeðslega ljótri brúnni blússu tískulagan Tóti Já, nei, því að ég var þarna sko, þetta á að gerast 1990 Já, þetta er einmitt og ég man alveg eftir því að þetta var ekki gott tímabil í sko stíl eða hvorki sko í húsgögnum eða fötum jakkar voru alltaf 5 númer på stórir, sástu hvað hann var í stórum jakka sálfræðingur þegar hann fóru að leita á hann en þetta var, ég held að þetta hafi ekki verið svona ljótt ég held að þetta hafi alveg bara kudos á leikmundadeildin að sko að gera þetta
þetta var allt einhverjum pastellitum, þetta var svo Einmitt. döll og ógætlegt Já, já. og fellur alveg að þessu einhvern veginn konsepti sko. Já. En hvernig, sko, af hverju allt svona creepy þegar það tekið upp með svona eldri myndaðil? Það verður allt svo creepy. Þetta var hrikalegt. Þetta bara fyrsta atriði. Ég ennþá að hugsa þetta er ógeðslegt. Já, hvað líka var það sko, þá er eitthvað týndur, þetta er eitthvað völdurhús, þetta er bara herbergi eftir herbergi og það er eitthvað týndur, hann er greinlega ykkur sko fjarsambandi eða fjarskiptu við eitthvað og þá er eins og sé eitthvað svona stjórnstöð. Þá var þetta Cabin in the Woods, var það ekki? Það sem voru svona einhverjir gæjar við tölvuskjái setjum svona skrift Cabin in the Woods, það var fálega gott. Já, miklu áhugaverðari mynd náttúrulega. Nei, það er gott creepiness í þessu, þetta var rosalega, ég náttúrulega Lins maður, þannig að ég kunni alveg að metta stemninguna og sjónarhornin og tökuna af kvikmyndatökuna og allt þetta, allt er fyrirmyndar en bara, ég var ekki træddur og þetta creepaði ekkert út. Varstu aldrei ekki einu sinni í sjórann? Ég var bara pirraður. Ekki einu sinni í risastóra sjórann? Sjórann var astnalegur. Hann var astnalegur, hann var ekki skeri. Það var svona spýtuköllingu. Fannst þér ekki einu sinni fyrsta atriði skeri? Nei, mér fannst náttúrulega skeri-effektin fannst mér bestur þegar það var svona, þú sást svona bara út undan þér eitthvað svona, bregða fyrir hotn eitthvað, þarna var eitthvað. Hvað er þetta? Eins og þegar taskanars var með eitthvað tösku, hún var hann svona tekin, ógeðslegt sko. Þetta var, svona þetta er viðbjöður og ég hugsaði yfir myndinni bara er þetta síðasta hryllingsmyndi sem ég horf á? Ég geti því, sko, þetta er viðbjöður. Þannig að það myndir mæla með þessu? Já eða nei? Jú, ég meina fyrir fólk sem hefur áhuga á einhverju avantgarde, einhverju tilraunamennsku eitthvað, en ég meina sem hryllingsmynd, ég myndi ekki segja þetta er geggjur hryllingsmynd sem þú verður að fara á. Þetta er bara geggjur djöflasýra sem þú myndi ekki skilja sem þú verður að sjá en ekki hryllingsmynd sko. Hvernig heldur það að vera að horfa á þessa mynd ekki bíó? Ég held hún missi svona 75% af öllum slagkrafti ef hún er ekki bíó sko. Þetta er þannig en svo líka svona þetta var alveg þessi Chitwell Ejiofor þarna sko. Sem er nú annarlegar leikari. Hann fekk náttúrulega, ég held að hann vakti hún fyrst athygli bara fyrir 12 Years a Slave sem hann fekk Óskari fyrir og svo var hann í The Life of Chuck og Venom, The Last Dance og Bridget Jones, Mad About the Boy við sáum það náttúrulega ekki. Nei, við sáum hann ekki. Og svo sálfræðingurinn, hún er norsk, hún er úr þarna, hún var í sentimental value. Já, ég ætti að horfa á hana. Og þetta var vel leikið og allt fínt sko, en bara ég var búin að hæpa mig upp í að ég var að fara að sjá eitthvað almennilega hrylling og mér fannst þetta ekki vera almennilega hryllingur. En rosalega mikil David Lynch í þessu, svona Twin Peaks feelingur og ég meina þú mér finnst þetta heldur ekkert eitthvað, þetta sé ekkert eitthvað voðalega byltingakent eitthvað, þetta er þú á 30 ára á hann strák, Tóti já sem að leikst þér í þessu þannig að það er skilnett já og líka samt er þetta alveg áhugavert ef hann þekkir illa til höfundaverk David Lynch eða svo náttúrulega var alveg Shining vibe hann í þessu líka sko og hann hefur kannski ekki heldur síðan Shining sko 100% ekki en þetta er svona út af ekki þetta er svona en þetta er alveg áhugavert og mér finnst mjög gaman þegar það er svona verið að fokka aðeins í skinjun manns á raunveruleikann en þegar ég fór í Laugarásbíó og sá The Lost Highway David Lynch og sem að Rammstein var blastað þetta var maður að heyra Rammstein bara líka í fyrsta skipti sko og sko hún svona distortaði einhvern veginn skynjunum þannig að þegar ég kom heim sko þá ég var edrú sko þá ætla ég aldrei að koma lyklinum í skráargatið það var búið að sko skekkja bara raunveruleika skynjunum mína já og það var ég alveg bara ég var þetta er svo gott þegar maður er í bíó og það fokkar í manni sko. Þetta fokkaði ekki í mig sko. Nei, það er bara þannig en já Tóti, svo fór ég líka hvað var ég að spá meira þetta er svona eitthvað svona geðveiki eitthvað og náttúrulega í húsi föðu míns eru marga vistaverur það getur verið sko sjálfstæðarflokkurinn er ekki marga vistaverur í honum sko og þú getur heimfært þetta á allt og svo náttúrulega því að hann var eitthvað mislukkaður arkitekt og var að reka sko einhverja brjálaður út í konuna sína og reka svona bandaríska húsgagnaverslun sem var geðveikt flæmi
og þetta var svona í temu útgáfuna IKEA sko. Þetta var einhvern veginn allt svo ógeðslega glata og leim og ljótt og kom aldrei einn einasti kunni og þessi rafmagnstafla sko Já, með þess að rafmagnstakka á kolvi líka sko. Mér varst það líka eða besta pælingin að það byrjar framlega myndin og skilur ekkert eitthvað rafmagnsreikning var alltaf svona hár sko. Þá var náttúrulega hann að borga rafmagn bara fyrir eitthvað endalaust flæmi á einhverjum backrooms bara. Einmitt og svo sko því að Dóra búin að vera að útskýra fyrir mig eins og hún var eitthvað að útskýra fyrir mig þetta að drekka kúleitið svo alltaf að tala um hann er bara að drekka kúleitið ég skil þetta ekki ennþá og hver er að drekka kúleit og hvað kemur það málinu við? Er þetta ekki eitthvað Er þetta ekki eitthvað Axla ábyrgð, Þetta ekki að kynkja einhverju ælu eða eitthvað eða eitthvað segja eða röflega eitthvað gegn betri vitund ég veit Einmitt ég aldrei skildi það en það er þessi vísun í hérna ég kom svo næst ég að skilja þetta þegar þú slegist með horfa á þátt með Seth Rogen hvað heitir þetta sem var Suits, nei Suits Nei, þetta var á Apple TV daginn, Já, The Studio Já, það er ekki gott Jó, en þá komst ég næst í skilda þegar þá átti hann að gera svona Barbie bíómyndum Kool-Aid og átti að fá Martin Scorsese til að leikstýra Kool-Aid myndinni og þá var sko allavega Scorsese vinkil þá varstu komin í Jonestown það sem að köllítarinn leta alltaf drekka eitur og sennilega hefur þá eitur verið í Kool-Aid sko, þannig að þú drekkur Kool-Aidið þá ertu að gera eitthvað nei, ég skil ekki memes, ég skil ekki eitthvað svona frás og mikið Dóra alltaf eitthvað að reyna að útskýra þetta fyrir mér þessi einfaldasti hlutur í heimi og ég bara kannski skilum við eitthvað þegar Backrooms 2 kemur út Já, ég líka Dóra verður náttúrulega bara að taka þessa mynd út sko, það lítið þess að ég gæti ekki tekið hana með mér það verður gott svo að ég, Gussi var eitthvað þælast á YouTube og eitthvað ég Lentan í Backrooms eða? Já, einmitt, já Þetta er ekki Minecraft, þetta er ekki eitthvað Roblox þá var hann komin í eitthvað YouTube-vídeó sem var svona bara tölvuleikur maður hafði bara alltaf eitthvað lapp og alltaf fleiri herbergi og svona sundlaug og eitthvað og Dóra einmitt er hann rúskið að Backrooms þetta er svona svolítið eins og sundlaug hann skussa Já, ok Svo bara var þetta bara í þessari mynd eða alveg eins, það var eitthvað sundlaug og eitthvað vatn ok, við erum komið í YouTube sem að Gussi og hvaða helvítis della er þetta? Þetta er ruggla sko Herri Dóttir minn, ég þarf víst að fara á okkur fund Já, símafund, mjög leinlegan má ekki segja meir ekki aðfund Herri, nei, ég bara er rosalega ánægð með að þú þurfa að fara á fund þannig að við þurfum ekki að tala meira um þessum mynd Við mælum með henni en samt ekki Mælum með henni alveg heiklust samt með einhverjum fyrirvörum og varnöglum og ég allavega það hljóta að vera fleiri einst víraður og ég þegar hryllingur annars vegar og ég sem þá var að fólk við þetta sé ekki hryllismynd, þetta er eitthvað annað Mér finnst það mjög hryllig Já, gott, það er mjög gott Góður endir Já Herru, þangað til næst Takk fyrir þig Já, sömuleiðis